Airwaves hófst á miðvikudaginn en það öll helgin framundan svo ég fór og fann alla helstu sérfræðinga Reykjavíkur í því hvernig það var töff og þau ætla að sýna okkur aðeins hvernig maður á að haga sér Airwaves og fræða okkur aðeins hátíðina. Segðu mér Atli, hvað Airwaves fyrir þér? Það svona eins og frí í einhverju borg þar sem allir eru svona að gata á sér andlitið og með einhver bleik spandex-buff og tattoo sem gæjast alls staðar einhvern veginn fram af og tala aftur á bak og með flippugleru. Hvernig finnst þér Reykjavík breytast svona meðan Airwaves í gangi? Það eru fleiri túristar, það eru fleiri nettir túristar. Sko, Airwaves gestir eru sjúklega ánægðir. Þeir eru svo peppaði fyrir öllu. Þannig að þú segir bara eitthvað hæ og allir bara wúúú, bara hérna sko. En Íslandingar eru alltaf bara, þú veist, aftast bara hérna. Og þeir segja þér aldrei að þeim finnst þeir flott nema þessi mjög drukknir, sko. Það dæmir mann enginn að maður byrjar að drekka klukkan 3. Ef þú væri að fara á eyðieyju og þessi eyðieyja væri Airwaves og mætti bara taka þrjá hluti með þér, hvað myndir þú taka með? Dagskrána, síma minn til að setja á interneti hvað er gaman. Það væntanlega eitthvað hashtag á þessari eyðieyju. Já, hashtag Airwaves eyðieyja. Gammosýur, af því það er ógeðslega leiðilegt að vera kalt í röð. Þvaglegg, af því það er ógeðslega leiðilegt að fara í röð til að pissa. Og kreditkort. Ekki plana of mikið. Það eru ljósmyndarar út um allt, sko. Já, svona fashion-ljósmyndarar. Já. Ég myndi taka með mér úlpu, bara einn stóra úlpu og getur. Og því að Airwaves snýst að vera mjög cool og stóri úlpu. Og því að það er ógeðslega kalt. Svo myndi ég taka með mér bíl sem væri fullur af bjór. Og því að það er geðað trikk, sko. Að fara á bílinn sinni í bæ, fylla hann af bjór og svo alltaf á milli banda og ferða út í bjórbílinn, sko. Og keyrir Berglind, nei. Og svo myndi ég taka Aquarius fyrir svona mótnana. Þegar þú ætlar að gista í bílnum. Það er hægt, sko. Já, þetta er gaman. Já, ég er að vinna sjálfur mikið með einhvern svona leggingsbuxur, sko, og mjög víða peysur. Það var einn gauð sem heitti auðvitað daginn að segja að ég væri að vinna með danska stelpulúkið. Ég var á hjóli í einhverju regnkápu og eitthvað svona. Það var gott. Jæja Högni, nú snýst Airwaves ekki bara tónlist, þetta er líka lúkkið og þú ert að rokka með gott lúkk. Geturðu sagt mér eitthvað frá þessum jakka? Þessi jakki er geimveru skinn. Ég er svona að vinna með að fara á tónleika hjá fólk sem ég hef aldrei heyrt og segja öðrum frá því. Hversu ruglað er að reka skemmtistað og kaffihús á Airwaves? Ekkert ruglað, gaman, mikið fjör. Hæ. Hvað ert þú svona að vinna með? Ég er að vinna með að vera ekki kalt í augnablikinu en samt cool. Hlýtt og cool. Og lítinn snúð. Með buffið. Þú veist, núna er mér hlýtt og ég er hættulegur sem er sjúklega gott lúk. Nú veit ég að fólk er að koma mjög langt af til að sjá fólk spila, alla leið kannski úr Norðlingaholti eða eitthvað. Ertu með eitthvað svona ráð til að gefa þessu fólki til þess að lifa af þessa hipstera hátíð? Bara passa sig, bara vera alltaf að líta öxl, vera jafnvel vopnaður ef þannig ber undir. Þetta er ekkert grín hérna í bænum, sko. Ég held bara að skipta miklu máli að reyna á sig, fara út að endimörkum, að fara tónleika líka, þú veist, að skemmta sér. Stundum þarf maður rosa mikið að hafa fyrir því að skemmta sér og núna er akkurat tíminn til að leggja á sig að skemmta sér. You gotta work, eins og Skáldi sagði. You gotta work for it, work it. Þetta er alveg dæmi. Ok, takk fyrir. Þú sveppa ljósunum á bryggjunni? Já, eins og þetta er svo.